Heyriði í mér. Gleðilegan hvíldardag. Gaman að sjá ykkur öll hérna í dag. Feliz sábado. Me da mucho gusto ver a todos ustedes aquí. Við skulum hefja þessa stund með bæn. Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir þennan fallega vetrardag sem þú hefur gefið okkur. Ég bið þig að blessa þessa stund og vera hér mitt á meðal okkar. Í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við syngja saman sálmi númer 64, Þú hæsti Guð. Og næsti sálmur sem við ætlum að syngja er númer 401. Jesú Krist er kært að fylgja. Jesú Krist er kært að fylgja. Mér skilst að sálmurinn sé ekki
Eigum við þá að syngja næsta sálm, 311, eru þið með? Se congeló lo de las computadoras. Se congeló, la computadora se congeló. Por tanto frío que estaba afuera, se congeló. Það fraus allt út af kuldanum úti. Við skulum, já, ok. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregar. Við skulum rísa á fætur og við ætlum að lesa ritningaversið. Vamos a ponernos de pie y leer Juan 14, 1 al 3. Við ætlum að lesa Jóhannesar Guðspjall 1-3. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég það sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og teku þau til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Við skulum biðja. Kæri drottinn, við þökkum þér fyrir þetta dásamlega lofar að þú munt koma brátt aftur og sækja okkur heim. Drottinn, við þökkum þér fyrir þessa fórn sem þú færðir fyrir okkur, sem var svo stór og mikil og svo stór fyrir okkur og fyrir allan alheiminn. Við biðjum þig að hjálpa okkur að feta í fótspor þín og vera eins og þú. Viltu tala til okkar á hverjum degi og hjálpa okkur að vaksa til Krists fyllingar. Ég bið fyrir öllum þeim sem að komast ekki í dag, vil biðja líka fyrir þeim sem eigum sárt að binda, eru sorgmædd eða einmana. Viltu hjálpa okkur drottinn að vera blessun fyrir alla þá sem eru í kringum okkur. Viltu hjálpa okkur að hafa gott auga fyrir þörfinni hjá þeim sem eru í kringum okkur.
Ég bið fyrir ræðumannunum sem kemur hérna upp að tala til okkar á eftir. Bið fyrir að þú megi tala til okkar í gegnum hann með þínum heilaga anda. Í Jesú nafni. Amen. Þá komum við að Salmi 311, einn af mínum uppáhaldssalmum, Legðu mitt höfuð. Nú einhver kuldi komin í tækin aftur. Getum við tekið upp sálmabækurnar? Eru allir komnir með sálmabækur? Ég held að vera hægt að deila þeim út eftir að þetta kom upp á skjáinn. Þetta salmo número 311. Vamos a cantar el himno número 311 en los himnarios. We're going to sing number 311 in the hymn book. Now is a very good chance of practicing Icelandic. Vamos a practicar el islandés ahora sí. So
þá skulum við taka upp gjafir og þær renna til safnaðarsjóðs. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir alla þína góðu gjafir og það tækifæri að fá að gefa tilbaka. Ég bið þig að blessa þessar gjafir og margfalda megið verða þínu starfi til blessunar. Í Jesú nafni. Amen. Gracias. Jæja, krakkar. ¿Hay algunos niños aquí? Einhverjir krakkar hérna inni? Komið, við erum að fara að syngja barnasálminn. Are there any children here? Welcome, welcome. Jæja, þá komum við að barnasögunni. Góðan daginn. Buenos días. Good morning. Buenos días. Good morning. Okay. Who of you like honey? Hverjum ykkur finnst hunang vera gott? ¿A quién le gusta la miel? Honey? Hunang? Do you like honey?
You like honey? La miel. What is so good in honey? Huh? Why honey is so good? Akkur er hunang svona gott? ¿Por qué la miel está tan rica? Yeah, it's done by bees. Já, það eru bíflugurnar sem fara í blómin, las abejas van a las flores para... Okay. Have you ever seen, maybe not, a house of bees? ¿Han visto alguna vez casa de las abejas? ¿Hafið þið séð bíflugnabú? Well, in Brazil, we have at home, my father did it a box and had a bee home for them. Heima hjá mér þá var pappi með bíflugnabú, en mi casa, mi papá tenía una caja donde vivían abejas. But in Brazil, it's so common to have bees up in the trees. Það er mjög vanalegt að bíflugur vilja vera upp í tré með búið sitt. Es muy común que las abejas quieran tener su abejero allá arriba en el árbol. And they just make a big house up in the trees. Hacen una casa grande en el árbol, de búa sér til hús, bú upp í trénu. They fly to the flowers and come back to the house. Og þær fljúa til blómana og koma svo aftur heim, van volando hacia las flores y regresan a su casa. A good honey. Y hacen una miel muy rica, búa til gott hunang. And they make usually their house in a tree that the ants cannot climb. Because if the ants climb the tree, the ants just eat all the honey. Og, Hello. og bíflugurnar, þær vilja vera hátt uppi svo að maurarnir kom ekki að borða hunanginn. Lo que hacen es que se van muy arriba en el árbol porque no quieren que las hormigas suban para comerse la miel. But when we see a house of bees, we just say, wow, there is honey, I want to go up there and pick up. Pero cuando vemos la casa de las abejas arriba en el árbol, decimos, yo quiero subir a comer esta rica miel. Þegar við sjáum hunangsbúið upp í trénu, þá segjum við, mér langar svo að borða þetta hunang. But it's so difficult for us to climb up because there are some also thorns in the trees and then they start to hurt ourselves. En það rosalega erfitt að fara þarna upp og ná í hunangi því að það eru líka þyrnar á trénu. También puede ser muy difícil subir por la miel porque también está muy alto y el árbol tiene espinas. And also, when we start to climb up, the bees come and bite us. Og svo þegar við förum upp og komum að búinu, þá koma bíflugurnar og stinga mann. Y también cuando uno sube para recoger la miel, las abejas vienen y nos pican. So it's difficult climbing, the bees biting, and there is some thorns in the trees, but we try to go just slowly and killing the bees. Bah! Bah! The bees are just biting us. Og það erfitt að fara upp tréð og það eru þyrnar sem að stinga okkur og það eru bíflugur að stinga okkur líka. Es difícil subir el árbol porque ahí nos están picando las espinas y también las abejas. But when you get there, pero por fin cuando estás allá arriba, loksins þegar maður komin upp, we just open the house of the bees. Þá opnar maður húsið og afrir la casa. So sweet honey. Og hunangið svo gott, la miel tan rica. That we forget everything, we forgot the bite, we forgot the thorns, just eat the honey. Og við gleymum því að við vorum stungin af bíflugum og stungin af þyrnum og bara borðum og njótum hunangsins. Se nos olvida que nos picó la abeja y las espinas y disfrutamos de la rica miel. So, it's the same thing, we want to go up to heaven. Y es lo mismo cuando queremos subir al cielo. Esto es sama eso þegar við erum að fara til himminsins. Sometimes it's difficult for us because we find some problems in the way, sufferings, pains, and everything when we try to go up to heaven.
Og þegar við erum á leiðin til himna þá lendum við alls konar vandamálum og erfileikum. Cuando nosotros estamos caminando al cielo, encontramos dificultades y sufrimiento. But when you get up in heaven, Pero ya cuando estás en el cielo, þegar þið eru komin til himins, it's like a honey. það eins So og borða sweet. hunang, svo sætt, es como comer miel, muy dulce. To live with Jesus forever. Y ahí vamos a vivir con Jesús para toda eternidad. Og þar munum við búa með Jesum alla tíð. Okay, let's pray then. Við skulum biðja saman. Dear Heavenly Father, we are just here on earth. Kæri Fadir, við erum hér á jörðinni, querido Señor, aquí estamos sobre la tierra, But our eyes is up in heaven. en augu okkar líta upp til himinsins. Nuestros ojos miran hacia el cielo. We know that we are suffering in this earth and probations and sorrows, pains, sickness. But when you get there, Við vitum að við þurfum að þjást hér og verðum fyrir erfileikum og sjúkdómum, en svo þegar við erum komin hana upp, ahorita estamos sufriendo, pero cuando estamos allá arriba, we are going to live with Jesus forever. fáum við að vera með Jesús alla eilíf. Vamos a estar con Jesús por toda eternidad. Where there is no pain, Það sem engin sársöki, no donde no hay dolor. sickness, Það sem engin sjúkdómur, no hay enfermedad. but happiness forever. En gleði alla eilífð, felicidad para toda eternidad. We want to be with you in heaven, and we pray in Jesus' name. Amen. Við viljum vera með þér á himnum alla eilífð. Queremos estar contigo para toda eternidad. Amén. Amen. Good morning to everybody. Góðan daginn allsumul. Now the story for the adults. Nú komið að sögunni fyrir stóru börnin. Actually, today I'm not going to make a sermon. Í rauninni ætla ég ekki að predika í dag. What I'm going to do then? Hvað ég þá að fara að gera? Can you guess? Getið upp á því? It's a Bible study. Við ætlum að rannsaka Biblíuna saman. Okay. And just waiting here. It's coming. Og við erum bara að bíða eftir glærunum, það er á leiðinni. Hope it's not frozen again. Það vona að þetta sé ekki frosið eins og áðan. Okay, then I think I have here the control. I hope I can use it. Is it turned on? Maybe. What is the future of our world? ¿Cuál es el futuro? Hver er, hver er framtíð heimslokkar? I know that in the mind of many people, Margir hugsa they think about nuclear war, kjarnorkustríð, they think about pollution, mengun. they think maybe an asteroid comes up from heaven and hit this earth. Við hugsa, fólk hugsa að það gæti komið einhvers konar styrni niður á jörðina og gæti skollið á henni. Some people think that maybe an extraterrestrial invasion from the people from outside and come and invade us.
eða það getur komið einhvers konar geimverur til að ráðast á jörðina. And maybe people think maybe a natural pandemic will happen again like COVID. Eða það geti komið einhvers konar farsótt eins og var með COVID. But I'm learning what the Bible teaches about the end of this world. Hvað kennir Biblían endalok þessa heims? It is around 2,500 texts in the Bible that mentions the end and the second coming of Jesus. Það 2500 textar í Biblíunni sem tala endalok þessa heims. And if it is so many like that, because it is so important for God that you know about it. Og ástæðan fyrir þetta svona margir textar vegna þess að Guði finnst þetta svo mikilvægt að þið vitið þetta. See what Jesus said. Við skulum vita hvað Jesús segir þannig. Let not your heart be troubled. Hjarta eða skelfist ekki. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. John 14, 1-3. Þetta í Jóhannes 14, 1-3. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séð einnig þar sem ég So Jesus said, I'm coming again. En Jesús segir, ég að fara að koma aftur. But when I look to this word, even to our church in general, Þegar ég lít á þennan heim og kirkjuna okkar, it seems that we are so adapted to this word að þá sé ég hvað við einhvern veginn búin að aðlaga svo vel þessum heimi. that we are not thinking much about the second coming of Jesus. Að við ekki hugsa neitt mikið það að Jesús sé að fara að koma aftur. There are many troubles, many problems that we face that occupy our mind, that we just stop to think about the second coming of Jesus. Og það mörg vandamál sem að gera það verkum að hugur okkar blokkerast og við hættum að hugsa það að Jesús sé að fara að koma aftur. But Jesus said, I will come again. En Jesús sagði, ég mun koma aftur. And he said, I want you to be with me. Og hann sagði, ég vil að þið séu hér hjá mér. For what is Jesus coming? Af hverju Jesús að fara að koma? In what way is he coming? Hvernig hann að fara að koma? For whom is he coming? Fyrir hvernig hann að koma? And when is he coming? Hvenær hann að fara að koma? Let's see what the Bible says about it. Við skulum aðtöku hvað Biblían segir þetta. Is his coming invisible? Mun hann koma og vera ósýnilegur? Is his coming spiritual? Hann að koma bara í anda? Did he already come? Hann nú þegar kominn? Will he not come? Mun hann ekki koma? And this question is just because, some people start to doubt about the coming of Jesus. Þetta spurningar því að sumir að efast það að hann sé að fara að koma aftur. And then they say, he is here already. Og fólk segir, hann bara nú þegar kominn. And others say, he's coming spiritual. Aðrir segja, hann kemur bara á andlegan hátt. But how is he coming? En hvernig mun hann koma? Hebrews 9:28 says, Hebreabréf 9:28 segir, So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun hann birtast, ekki sem syndafórn heldur til hjálpræðis þeim hans bíða. So he will appear again. It's not invisible. Þannig að hann mun birtast aftur, hann mun ekki koma ósýnilegur. How many will see him? The Bible tells. Hvað munu margir sjá hann þegar hann kemur? Behold,
He come with clouds and every eye shall see him. Og það stendur í Åpenbarun 1:7, sjá, hann kemur í skýjum og hvert auga mun sjá hann. Doesn't matter where you are. Það skiptir ekki máli hvar þú ert, Doesn't matter where you live. það skiptir ekki máli hvar þú býrð. If Brazil, Iceland, Venezuela, United States, China, Japan, everywhere, everybody is going to see him coming. Alveg sama hvaða landi þú ert í, Brasilíu, Venezuela, Íslandi, Bandaríkjunum, Kína, alveg sama hvar þú ert, það munu allir geta séð hann. The Bible says every eye. Biblían segir hvert auga. You will see Jesus coming back. In Revelation 1 verse 7. So when Jesus is coming, Þegar Jesús kemur, he said that he's come with his glory. þá mun hann koma í dýrð sinni He's coming with the glory of the Father. og dýrð föðurins He's coming with the glory of the old angels together. og í dýrð allra englana sem koma saman. Nobody can hide that. En það ekki hægt að fela það. It's powerful. Þetta verður mikið og mjög máttugt. The sky is going to be wonderful, full of glory, of the heavenly glory. Og himnarnir munu skína af himneskri dýrð. What is the purpose of the second coming? Til hvers, hver ástæðan fyrir síðari komunni? See that the Bible says, Matthew 16:27, and then he shall reward every man according to his work. Og í Matteus 16:27 segir, mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. So see here that he is coming with a purpose. Hann kemur með einhverju tilgangi. And the purpose is he's going to look at every human being on this earth and say, you deserve this and you deserve this. Og hann mun líta til hvers og eins sem á þessari jörðu og segja, þú átt þetta skilið og þú átt þetta skilið. This is your reward and this is your reward. Hérna eru þín verðlaun eða það sem ég mun gjalda þér og þetta sem ég mun gjalda þér. And it says he is according to his works. Og hér kemur fram eftir breytni hvers og eins. What works that? Hvaða breytni? Are we saved by works? Frelsumst við fyrir verk? No. Nei. So what work is that? Hvað er verið að tala um hér? Hvaða verk er við að tala um? Eða breytni? Hvaða Is breytni? the work of accept the Savior as your Savior, Jesus as your Savior. Þessi breytni að taka við Jesús sem okkar frelsara. And so Jesus is going to reward those that accept him. He's going to take him to live with him forever. Og hann mun veita þeim sem að breyta samkvæmt hans vilja eilíft líf. And those that didn't accept him, the reward of them is going to be lost forever. Og gjaldið sem að þeir munu fá sem hafa ekki tekið við Jesú það að þeir munu glatast að eilífu. So the reward is according to my decision, to your decision. Þannig að verðlaunin eru samkvæmt minni ákvörðun eða þinni ákvörðun. And some people is still doubting, oh, do I need to accept him? When I'm going to accept him? Sumir hafa efasemdir og spyrja, þarf ég að taka við honum? But who will come with Jesus when he comes back to take us home? Hver mun koma með Jesú þegar hann kemur að sækja okkur heim? The Bible says that when the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him. Og það kemur fram í Matteus 25:31. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásetti sínum. And the sky is going to be full of angels. Þannig að himinin mun vera yfirfullur af englum. And the Bible says that each one of us have an angel that protects us every day. Og Biblían segir að við erum með okkar engil sem verndar okkur á hverjum degi. What a wonderful moment when you see your angel for the first time. Mikið verður það yndisleg stund þegar við sjáum verndarengilin okkar í fyrsta skipti. You can give a hug on him, say thank you for protecting me every day in my life. Og þið getið faðmað hann og þakka hann fyrir að hafa verndað ykkur á hverjum degi í lífi ykkar. He's the one that's going to go behind you and say, come with me to Jesus Christ.
og hann mun segja, komdu með mér til hans Jesú. Every one of us have an angel. Hvert og eitt okkar eru með engil. But I ask you at this moment, En ég spyr ykkur á þessari stundu, will your angel at that day come to you and say, come, I'm going to take you to Jesus? en mun engillin þinn, verndarengillin þinn, segja við þig, komdu, við skulum fara saman til Jesú. Or he will be sad and say, I cannot take you to Jesus. Eða mun hann vera sorgmættur og segja, ég get því miður ekki tekið þig með mér til Jesú. We have to take our decision. Við þurfum að taka ákvörðun. Look for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. It's a blessed hope. Já, We have- í Títusbrefi 2:13, þar erum við með í eftirvæntingu vorrar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsar vor Jesú Kristur opinberist í dýrð sinni. People use this word hope Fólk notar þetta orð von when they are waiting for something. þegar það er að bíða eftir einhverju. I hope you come today. Ég vona að þú komir í dag. I hope I get married to her. Ég vona að ég geti gifst henni. And these people, I have this hope. I'm waiting for this to happen in my life. Ég hef þessa von, ég er að bíða eftir að eitthvað gerist í mínu lífi. And the coming of Jesus is a blessed hope, Og þessi koma hans Jesú er hinn sæla von. but not for everybody is a And- blessed hope. En ekki fyrir alla er þetta hinn sæla von. Then I ask, is it for you a blessed hope? Þannig að ég spyr þig, er þetta hinn sæla von þín? What did the angel say to the disciples? Hvað sögðu englarnir við lærisveinana? The same Jesus which is taken up from you unto heaven shall come in like manner as ye have seen him go into heaven. Í Póstalagsson 1:10 stendur, þeir störðu til himins og eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu, Galileumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þeir sáu hann fara til himins. When Jesus was here on earth and he was talking to his disciples, suddenly he went up to heaven. Þegar Jesús var hérna á jörðinni með lærisveinunum, þá fór hann allt í einu upp til himins. The disciples were sad about it. Lærisveinarnir voru sorgmæddir yfir því, And then the angels came to comfort them. en englarnir komu og hugguðu þá. Said, the same Jesus, he'll come back as you have seen him come going up. Og þeir sögðu, þessi sami Jesús sem var hér, sem þið sáu fara upp, mun koma niður. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Matthew 24:13. Já, við erum með Mattheus 24. kapla á 30. versi. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma í skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. So, as I said to you in the beginning, everybody will see him coming to this earth. Eins og ég sagði í byrjun, það munu allir sjá hann. How can we not be deceived? Og hvernig ekki hægt að blekkja okkur? Jesus said that his coming to this earth is like lightning. Jesús sagði að hann myndi koma hérna niður til jarðarinnar eins og elding. He said, for as the lightning come out of the east and shine even to the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Og í Mattheus 24:27 segir, eins og elding sem leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarinn. Why did Jesus say that? Af hverju segir Jesús þetta? Because false Christ will appear on this earth. Af því að það myndu byrtast hér falskristar á jörðinni. I don't know if you have seen any. Ég veit ekki hvort þið hafið séð eitthvað. I have seen. Ég hef séð það. In my city in Brazil, Í, his name is Iro Cristo.
Iro Cristo hefur byrst í borginni minni í Brasilíu. He said that he was a reborn Christ and came to this earth again. Hann sagðist hafa endurfæðst sem Kristur á þessari jörðu. He became very famous in Brazil and was always in TV talking to people and said that he was Christ. Hann var mjög frægur í Brasilíu og kom með sér í sjónvarpinu og sagðist vera Kristur. Then I ask you a question. Have you seen him? Mér ákveður að spyrja ykkur, hafið þið séð þennan mann? So he is not Christ because he Yeah. says, Þá every eye shall see him. er hann ekki Kristur, því hér stendur að hvert auga mun sjá hann. He is a liar. Þannig að þessi maður, hann að ljúga. And he's not the only one. He's in the United States also, in other countries also appear people that say they are Christ. Og í fleiri löndum, í Bandaríkjunum og fleiri stöðum í heiminum fólk að birtast og segja ég Kristur. So it's like a lightning. Everybody will see him coming again. Eins og elding, það munu allir sjá hann þegar hann kemur tilbaka aftur. And another thing that comproves that he is not the Christ, the one that is in Brazil, Og annað sem sannar að hann sé ekki Kristur, þessi maður sem var hann í Brasilíu, because the Bible says here, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. og í 1. Þessalónikubréfi 4:16 stendur, því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. So when Jesus comes back to all the dead that died in Christ will raise from the tomb. Þannig að þegar Jesús kemur tilbaka aftur, þá mun hann reisa alla upp frá dauðum. I wait for the day to see my mother again. Ég bíð eftir þeim degi að fá að sjá móður mína aftur. And I know that you also want to see your parents again when Jesus comes back. Og ég veit að þið munum vilja sjá foreldra ykkar þegar að Jesús snýr tilbaka aftur. We have to be ready. Við þurfum að vera reiðubúin. Our parents have to be ready too. Og foreldrar okkar einnig. Our sons, our children have to be ready too. Börnin okkar einnig. Because in that day when Jesus comes back, if we die, our children can see us again. Þannig að daginn sem að við reisum frá dauðum, þá munum börnin okkar geta séð okkur. Because as they had in the day that Jesus comes, all the dead in Christ shall rise first. Og daginn sem að Jesús Kristur kemur aftur, þá munu allir þeir sem að dóu í Kristi munu rísa á fætur. And what will happen Rísa with frá the living one when Jesus comes? En hvað með þá sem eru lifandi þegar Jesús kemur? 1 Thessalonians 4:17. 1. Þessalónikubréf 4:17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu, og síðan munum við vera með drottni alla tíma. See, another thing is very important here in this verse. Og það eitt mjög athyglisvert og mikilvægt í þessu versi. When Jesus comes back, Þegar Jesús kemur tilbaka aftur, he will not touch this earth. hann mun ekki snerta þessa jörð. No. Ekki. He's going to take us to meet him in the air. Hann mun taka okkur upp og við munum hitta hann í háloftunum. So if you see some Christ walking this earth here, false Christ. Þannig að ef við sjáum eitthvað Krist vera að labba hér á jörðinni, þá það falskristur. Because when Christ comes, he stays in the air, and the angels is going to pick us up and take with him to meet the Lord in the air. Og þegar hann kemur aftur, þá mun hann vera sem sagt í skýjunum, og englarnir munu taka okkur upp til hans og við hittum drottinn í loftinu. This is very important. Þetta mjög mikilvægt atriði. Because there are many people that are deceived on this earth, and you now cannot be deceived anymore. Því að það búið að blekkja mikið af fólki á þessari jörðu, en nú munu þið ekki vera blekkt. So we are going to live with the Lord to be with him forever. Og við munum búa með drottni alla eilífð. And that's what Paul says in 1 Corinthians 15. In a moment, in the twinkling of an eye, and the last trumpet,
For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must be put in corruption, and this mortal must be put in mortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hið dauðlega ódauðleikanum, þá mun rætast orð það sem ritað dauðinn uppsveldur í sigur. Dauði, hvar sigur þinn? Dauði, hvar broddur þinn? En syndin broddur dauðans og lögmálið afl syndarinnar. I don't know if anybody here is sick at this moment that are with us today. Einhver hérna inni sem lasin meðal okkar hér? But one thing is going to happen, and this is very, very important. It doesn't matter if you have cancer, if you have a problem with the stomach, if you have any problem, if the person is lame, cannot walk, anything, when Jesus comes, this person is going to be perfect. Það mjög mikilvægt atriði að alveg sama hversu veik við erum eða hvort við séum hölt eða einhvers konar með einhverja lömun, að þegar Jesús kemur aftur, þá munum við öll vera gerð heilbrigð. If the person is in the wheelchair, and when Jesus comes, he just stand up and say, my Jesus is there. Og ef einhver í hjólastól, þá munum við geta, þegar engillinn kemur og sækja okkur, þá munum við geta staðið upp úr hjólastólnum og verða heilbrigð. And also the Bible says that, and he shall send his angels with a great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other end. Matthew 24:21, 31. Já, og þetta í Mattheusarguðspjalli 24:31 þar sem kemur fram. Hann mun senda út englar sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 84 himinskauta milli. And another thing that I see here, when angel bring one child to the parents, Hérna sé ég þegar engillinn að koma með barnið til foreldrana. and then it's going to happen. Og þetta það sem mun eiga sér stað líka. I remember when my parents had twin girls, Ég man þegar foreldrar mínir eignuðust tvíbura stúlkur and one died with 3-month-old. og önnur þeirra lést þegar hún var 3 mánaða. And I wait for that moment Og ég bíð eftir þeirri stund. when the angels come with my sister in the hands. Og þegar engillinn kemur með systur mína í höndunum, í faðminum. And give to my mother. Og mun gefa mömmu aftur barnið sem var lést. Because this is going to happen. Því að þetta það sem mun gerast. What will the wicked do when Jesus returns? Hvað munu hinir illu gera þegar Jesús kemur tilbaka? The people that heard about Jesus but didn't change their life. Fólk sem heyrði Jesú en breytti ekki lífi sínu. People that had opportunity to say, I want to be saved, but said, I don't want to be saved. Fólk sem hafði tækifæri til að vera frelsað en sagðist ekki vilja frelsast. What do they say when they see Jesus coming? Hvað munu þau segja þegar Jesús kemur? And it shall be said in that day, I think I passed too much. Okay, it's here. Åpenbarabókin. And they will say, and said to the mountains and the rocks, fall on us, and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásenu hans sem í hásetinu situr og fyrir reiði lambsins. Jesus that loved everyone on this earth.
Jesús elskar alla á þessari jörðu. He gave his life for everybody here. Hann gaf líf sitt fyrir alla hér. But on that day, En þennan dag some people will flee from him. mun fólk sumir flýja frá honum. I wish that no one of us here will flee from Jesus on that day. Ég vona að enginn okkar hér inni muni flýja frá honum þegar hann kemur. But that we are going to be ready to meet the Lord in there and say, this is my Lord. En vera tilbúin til að mæta honum í loftinu og segja, þetta er drottinn minn. See what the Bible says. Sjáum hvað Biblían segir. And it shall be said in that day, lo, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. Og í Jesaja 25. kapla og 9. versi segir, á þeim degi mun sagt verða, sjá, þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss, þessi er drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. This is the reaction of the saved one. Þetta eru þeir sem eru frelsaðir. Those that accept Jesus as their Savior and trust him and ask him to forgive their sins and ask him to give his strength to live a good and obedient life on this earth. Þeir sem hafa tekið við Jesúin sitt hjarta hafa þegið fyrirgefningu hans og beðið hann að hjálpa sér að lifa réttlátu lífi hér á jörðinni. It's going on. When is Jesus coming? The Bible says us. Hvenær kemur Jesús? Hvað segir Biblían? Do you know when? Vitið þið hvenær? Look what the Bible says here. Hvað segir Biblían varðandi þetta? But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Í Mattheusi 24. kapla 36 stendur, en þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum, né sonurinn, enginn nema faðirinn einn. This just shows the wisdom of God. Þetta er viska Guðs. Because if he set a date, Ef hann myndi setja dagsetningu, many people just say, oh, it's take a long time, just wait. I'm not going to accept him now, it's only next year. og þá segir fólk kannski, það er svo langt þangað til hann kemur, ég ætla bara að bíða 1 ári viðbót þangað til ég tek við honum. Just why he said, nobody knows, because you have to be ready today. Og þess vegna sagði hann, enginn veit, vegna þess að við þurfum alltaf að vera reiðubúin í dag. We have to accept Jesus today, not tomorrow. Við þurfum að taka við Jesú í dag, ekki á morgun. Therefore be you also ready, for in such an hour as we think not the Son of Man cometh. Verið þér og viðbúnir, því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. We don't know when, Við vitum ekki hvenar. but the Bible says, when you think not, Biblían segir, þegar þið haldið að hann kom ekki. when you are going to sleep tonight, Þegar þú ferð að sofa í kvöld, or when you go this afternoon to your home, þegar þið farið í eftirmiddeginum heim, he can come. þá getur hann komið. But he's not talk about his visible coming now. Hann er ekki að tala sína augljósu endurkomu núna. He's talking about the closing of the grace probation. Hann er að tala að náðartímanum þegar honum líkur. When in heaven, he closed the book of life and he says, is everything done? Nobody on earth knows, but nobody on earth can be saved after that. Og þegar náðartímanum líkur, þá er ekki hægt að breyta því hver mun frelsast og hver ekki. Just why I said to you, can be today. Þess vegna segi ég, það geti verið í dag. Because you don't know. Maður veit það ekki. Can be tomorrow. Geti verið á morgun. Just why you need to be ready today. Þess vegna þarfst að vera reiðubúin í dag. Because you don't know when the door of grace will be closed. Því við vitum ekki hvenær náðardyrunum mun vera lokað. And Jesus said,
Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. I will come back. Jesús segir í Mattheus 24:35, Himin og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Jesus is knocking at the door of your heart. Jesús að banka á dyr hjarta þíns. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Sjá, ég stendi dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Only you know when Jesus is knocking at your door. Þú ein veist hvenær Jesús að banka á þínar hjartadyr. I can be somebody that Jesus can use to help you, but it's Jesus that wants to live in your heart. Ég get verið einstaklingur sem hjálpa þér að fara til Jesú, en Jesús þarf að búa í þínu hjarta. I remember when I was studying to be pastor in Brazil. Ég man þegar ég var að læra að vera prestur í Brasilíu. I had to sell books during the vacations. Og ég þurfti að selja bækur í sumarfríinu. To pay my college. Til að borga fyrir skólagjöldin, eða greiða skólagjöldin. And then in the vacation, like in July, the whole month, in December, in January, and February, nearly 3 months, I was knocking at the door. Þannig að júli og svo í desember, janúar og februar var ég að banka á dyr. But it was interesting because sometimes Það var áhugavert í að stundum I would go to a house. Þá fór ég að heimili. And we were coming, I saw the people inside. Og ég sá af fólk inni. And then I knocked the door. Og ég kom og bankaði á dyrnar. But the person didn't open the door. En fólkið opnaði ekki dyrnar. But I knew that she was inside. En ég sá að þau voru inni. But she didn't open the door. En þau opnaði ekki dyrnar. I don't know if you did that. Ég veit ekki hvort að þið hafið gert þetta. I don't know if you had this experience and knocked the door and people didn't open to you. Ég hafið lent í þessu að vera að banka og einhver opnar ekki fyrir ykkur. But Jesus is knocking at your door today. Jesús að banka á ykkar hjartadyr. And he knows that you are there. Og hann veit að þið eru þannig inni. Are you going to open for him? Ætlið að opna dyrnar fyrir honum? It's your salvation. Þetta frelsun þín. He loves you. Hann elskar þig. Open your heart for him. Opnaðu hjartað þitt fyrir honum. Amen. Amen. Heyrist eitthvað? Já. Takk fyrir þetta, Ósi. Nú skulum við syngja lokasálminn okkar, númer 146. Ég mun brátt sjá augliti Jesú. Amen.
Já, þá eru það blessunarorðin. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen. Blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið.